Þetta er síða 4 í verkefni 9 á blaðsíðu F14. Ég ætla að fara yfir formúlurnar í óuppsettu dæmunum. Í dæmi 1 er bíll sem kostar 1.800.000 er hækkaður 12%. Hve há upphæð er það? Og þá margföldum við saman verðið með hækkuninni og fáum út hvað hækkunin er mikil. Og síðan er spurt hvað kostar hann eftir hækkun, að þá leggjum við saman það sem hann kostaði og leggjum hækkunina við. Síðan er dæmi 2, það er svipað, bíll sem kostar 1,5 milljón er lækkaður 16%, þá margföldum við saman þessar tvær tölur eins og hér og í staðinn fyrir að leggja við, að því að þegar bíllinn var hækkaður, að þá drögum við lækkunina frá upphaflega verðinu. Barnareiðhjól sem kostar 46.000, þetta er dæmi 3, er selt með 12% afslætti. Hvað er afslátturinn há upphæð? Og við gerum eins og áðan, við margföldum saman prósentulækkunina og upphaflega verðið og drögum síðan lækkunina frá upphaflega verðinu. Þá kemur dæmi 4 og muniði að plús og mínus skipta liðum óskfær 329.000 krónur í laun. Frá þeirri upphæð dregst persónuafsláttur 51.920 krónur. Skatthlutfallið er 37,13%. Hvað þarf hún að borga í skatt? Þá byrjum við á að finna launin, eða setja launin og draga persónuafsláttinn frá og margfalda þá upphæð með skatthlutfallinu. Við verðum að hafa sviga hér af því að plús og mínus skipta liðum eins og ég sagði áðan. Ef við hefðum ekki sviga þá myndum byrja á að margfalda þessar tvær tölur saman og draga þá útkomu frá þessu. Við ætlum fyrst að finna af hvaða upphæð hún þarf að greiða skattinn og setjum það inn í sviga af því við ætlum að setja þetta inn í eina jöfnu. Síðan kemur dæmi 5, ein mörk er 250 grömm. Hvað er barn sem er 15 merkur mörg grömm? Þá margföldum við saman grömm og merkur. Í seinni hlutanum á dæmi 5 er spurt hvað er barn sem er 4.250 grömm margar merkur þegar það fæðist. Og þá einfaldlega deilum við með grömmunum sem er ein mörk upp í þyngdina. Barnið er 17 merkur. Í dæmi 6 er spurt í skíðaferð voru 45 fullorðnir og 75 börn. Finnið hlutfallið milli fullorðinna og barna. Og þá þurfum við að finna hvað eru 45 hátt hlutfall af, þannig að við segjum sama sem B11 deilt með og svo þurfum við að leggja þessar tvær tölur saman til að fá út heildarfjöldan. Þannig að við erum í rauninni að finna út hvað fullorðnir eru hátt hlutfall af heildinni. Hér þurfum við að setja sviga af því að við viljum að hún deili með heildarfjöldanum. Ef við hefðum ekki svigana þá myndum við byrja á að deila B11 upp í B11 og leggja þá tölu við C11 en við fáum út 38%. Og það er sama aðferð hér nema þá spyrjum við hvað eru C11 hátt hlutfall af tölunum í þessum tveimur hólfum. Þannig að börnin eru 63%, þetta er með aukastöfum, fer hérna og setja aukastafi, þá fáum við hérna aukastafi, hún hækkar það upp, en við látum þessa tölu standa. Í dæmi 7, Tryggvi fær 400.000 krónur í mánaðarlaun og hann borgar 27% af þeirri upphæð í húsaleigu, þannig að við margföldum bara þessar tölur saman til að finna út hvað húsaleigan er há. Í dæmi 8 er spurt á skemmtun voru 460 manns, þar af voru 30% konur og 5% börn.
hvað voru karlmennirnir margir. Þannig að við þurfum að setja hérna, finna hvað þeir eru mörg prósent, setja saman sem 100%, mínus 30%, mínus 5% og margfalda það með 460. Og við verðum að hafa sviga út af reiknimerkjunum hérna á milli. Við viljum fá út prósentuna af karlmönnum og það er hægt að skrifa líka bara 1 í staðinn fyrir 100%. Það er 1 heill en þeir eru 299. Í dæmi 9, 5 mönnum voru greiddar 520.000 krónur fyrir 8 daga vinnu. Hvað fær 1 maður á dag? Það reiknum við út með því að finna, hérna er heildin. Ef við deilum hér með B15 þá fáum við út hvað 1 maður fær fyrir þessa daga, 8 daga vinnu, og til að finna út hvað hann fær á dag þá deilum við með 8. Og hér eru bara reikniaðgerðirnar teknar fyrir í þessari röð, byrjar á að deila þessari tölu upp í þessa og síðan þessari upp í útkomuna á henni. Hér þarf enga sviga. Og svo er spurt hvað fá 4 menn í 15 daga og þá er það upphæðin sem að 1 maður fær á dag, margfaldað með 4, eða sem sé 16 og síðan með tölunni hér. Skiptir ekki máli hvor er á undan, kemur sama útkoma. Og 4 menn fá 780.000 fyrir 15 daga vinnu. Í dæmi 10, Kári fékk vörusendingu sem kostaði 150.000 krónur. Í flutningskostnað þurfti hann að greiða 12%. Við að byrja á að finna verðið með flutningskostnaðinu. Og það er þá 150.000 sinnum 12%. Þá fáum við bara flutningskostnaðinn, en við ætlum að leggja verðið strax við til að vita hvað verðið er hátt með flutningskostnaðinum. Og hér skipta pluss og mínus liðum, þannig að við byrjum á að margfalda þetta saman og leggja þá tölu við verðið og þurfum því enga sviga. Og síðan er spurt hvað þarf hann að selja vöruna á til að hagnast 30%. Þá þarf hann að selja hana á þessu verði, margfalda það með 30% og leggja síðan þessa tölu við. Ef við ætlum að setja þetta upp í eina jöfnu, þá fáum við verðið með hagnaði beint út. Og svo vistum við.